Já, komið þið sæl. Það gekk hér yfir austan hvassviðri og sums staðar stormur í gær og verið svona öllu rólara yfir veðrinu í dag þó það hafa nú kannski ekki verið alls staðar þurrt. Léttir til að mynda þó til hér á suðvesturhorninu nokkuð víða. En ef við lítum á stöðuna og hvað er að fara að gerast hjá okkur næsta sólarhringinn þá sjáum við í rauninni á hádegi í dag þá liggja svona trosnuð skil yfir landinu, fyrst og fremst úrkoma úr þeim þá á suðaustanlands og svona leifar af þeirri lægð sem hafði áhrif á okkur hér í gær og hún er hér vestur af landi og er í rauninni að eyðast. En næsta lægð, hún er nú þegar komin hér inn í kortið og það byrjar strax að hvessa frá henni hjá okkur bara nú síðla nætur og í fyrramálið og viðbúið að það geri suðaustan hvassviðri eða storm víða land og af þeim sökum hefur Veðurstofan gefið út gula viðvaranir fyrir svona vel flesta landshluta. Ekki þó alls staðar sömu tímasetningarna hvað varðar viðvaranirnar en þessi lægð er nú nokkuð djúp og víðáttumikil og getur verið talsverð úrkoma í skilunum þegar þau koma inn. En svona sæmilega milt hjá okkur, hiti hefur verið að slaga í þetta 6 til 8 stig nokkuð víða í dag og það er áfram í rauninni svona tiltölulega hlýtt loft sem kemur inn með þessari lægð þá á morgun og ef við lítum á hvernig hlutinir æxlast þá byrjar eins og áður sagði að hvessa víða land þá í fyrramálið og viðvaranir svona komnar í gildi hér á Suðurlandi, Faxaflóa og miðhálendinu strax hádegi á morgun og 3-4 leytið á morgun og þá er komin viðvörun í gildi fyrir Breiðafjörð og við sjáum það á þessum vindatölum að það er til fjalla 25 til 30 metrar á sekúndu og viðbúið að verði víða stormur á láglendi hér suðvestan til þegar hér er komið við sögu allan og svona í þá staðbundnum vindstrengjum við fjöll en allhvasst eða hvasst að öðru leyti. Á Norður- og Austurlandi öllu hægari vindur svona fram eftir deginn mun síðan hvessa smá saman þar þegar líður að kvöldi og síðan fer hann nú að draga úr hér vindið fyrst suðvestanlands þá annað kvöld og er þá hér með kort sem sýnir stöðuna þá klukkan 10 annað kvöld og þá séu að vindatölur öllu spakar hér á suðvestur og vesturlandi en komnir góðir vindstrengir þá á norður og norðausturlandi og enn sem fyrir áfram bálhvasst á miðhálendi landsins. Þó að skilin sé svona að fara yfir hér á suðvesturhorninu þá mun að halda áfram að rigna duglega hér á suðvesturhorni landsins og síðan dregur úr þessu öllu saman þá á mánudaginn. Geta verið góðir vindstrengir til fjalla reyndar, það kemur hér lægðabóla upp að suðurströndinni, smálægð og klukkan 15 þá verður hún komin hér inn yfir land og getur verið hvöss austlæg átt sums staðar á fjallendinu og áfram strekkingsvindur víða austan og norðanlands en öllu hægari vindur hér suðvestan til og svona skýjað að mestu leyti og áfram einhverjar rigningar sem gæta hér suðaustanlands. En á þriðjudaginn að þá er nú svona áframhalda á þessari suðaustlæga átt hjá okkur nema hún er öllu rólegri eins og við sjáum hér víða þetta 5 til 10 metrar á sekúndu. Það mun verða viðlóðandi einhver úrkoma hér suðvesturhornið, það er svona þunn lína á milli þess hvort þetta verði rigning eða slydda en sæmilega bjart yfir þegar komið er norður yfir heiðar. Og svo að sjá að á miðvikudaginn að þá fáum við svona skammvinna norðanátt sem verður nú ekki óheyrilega hvöss en það mun þýða að það verður bjart veður víða sunnan og vestanvert landið en á Norðurlandi svona skýjað að mestu og getur nú snjóað eitthvað öðru hvoru. Alltaf síðan að renna hér örsnögt yfir veðrið í Evrópu, það er kalt hjá okkur eða kalt hjá frændum okkar á Norðurlöndum eins og við sjáum hér víða frost og snjókoma í Osló og svona hitatölur almennt séð í álfunni nokkuð haustlegar ágætisveður í Þýskalandi og Frakklandi sólríkt en óstöðugt niður við Miðjarðarhafið. En lengra komast ekki með þetta í dag. Verið sæl.